Komið sæl. Nú ætlum við að fara yfir það hvernig við finnum prósentubreytingu ef eitthvað breytist ákveðið margar krónur. Við slum byrja að skoða eina reglu sem lítur svona út. Þarna stendur í bleika kassanum að reglan þannig að prósentubreyting hana hægt að reikna út með því að finna mismun, og þá ég að tala mismun á tveimur verðum, og deili með gamla, og gamla því gamla verðinu. Þegar ég segi verð hérna þá það vegna þess að í svona dæmum oft verið að tala hækkun eða lækkun í krónum. Þetta gildir að sjálfsögðu líka ef að til dæmis fólksfjöldi að breytast eða eitthvað að þyngjast eða léttast eða eitthvað slíkt. Þá það bara gamli fjöldin eða gamla þyngdin eða hvaðina sem notað í staðinn fyrir gamla verðið. En ég ætla að biðja ykkur að setja á pásu, glósa hjá okkur þessa reglu og svo ætla ég að sýna ykkur hvernig við notum regluna. En ég gerir ráð fyrir að ég sé búin að skrifa hana hjá okkur núna og þá slúum við kíkja á dæmi. Hérna stendur vara kostar upphaflega 1750 krónur en seld á útsölu á 1490 krónur og hve mikill afslátturinn. Það að segja hvað breytist verðið mörg prósent. Það afslátturinn. Þannig við byrjum að finna mismunin á þessum tveimur verðum. Hvað munar miklu á verðinu fyrir og eftir breytingu. Við finnum mismun með að gera 1750 mínus 1490 krónur og deili síðan með gamla verðinu. Þá þarf ég að finna hvort gamla verðið 1750 eða 1490 og upphaflega var það 1750, þannig að það gamla verðið. Og eftirleikurinn bara fólginn í því að reikna þetta annarkvort í hugunum eða með vasareikni. Mismunurinn 260 krónur, deili með gamla verðinu, út úr því kemur 0,1486 og þið munið að við ætlum að breyta yfir í prósentur með því að margfalda með 100, þannig að þá kemur 14,86%. Og til að festa þetta í kollinum ágætt að taka 2 dæmi til viðbótar. Hér fyrra dæmið. Sjónvarp kostaði 40.500, síðan kemur ný tegund á markaðinn og kostar núna 42.300. Hver hækkunin í prósentum? Prósentubreytingin, við finnum hana með því að finna mismun á verðunum og deila með gamla verðinu. Og við byrjum að finna hver mismunurinn á þessum tveimur verðum. Og þá gerum við 42.300 mínus 40.500 og gamla verðið, þannig stendur að sjónvarp kostaði fyrst 40.500 krónur áður en að hækkaði, þannig að gamla verðið 40.500 og þá ég eiginlega komin með allt sem ég þarf. Næsta skref þá bara að reikna þetta. Mismunurinn sem sagt 1800 krónur og ég deili með 40.500. Ef ég sláði þetta inn í vasareikni þá kemur út 0,0444 og svo framvegis. Þið munið kannski að ég talaði að ég vildi hafa 2 aukastafi í svarinu, en við ætlum að byrja á því að breyta þessi yfir prósentur. Þá þarf ég að margfalda með 100. Þannig að þetta jafngildir 4,44%. 2 aukastafi hér. Svona reiknum við þetta dæmi og hér sjáum við að það tala hækkun, þannig að hækkunin þarna var 4,44%. Við skulum taka eitt dæmi með afslátt eða lækkun. En aðferðin samt alveg svo sama, en ég ætla að leysa í gegnum þetta dæmi með ykkur því að það smá svona trikk í þessu. Ef hægt að segja trikk. Og við þurfum að skoða hvaða tölur að nota. Við megum ekki bara gleypa einhverja tölur sem við sjáum í orðadæmi. En ef við lesum í gegnum þetta þá stendur að sjónvarpið ákveðin tegund kostaði 40.500 krónur. Þegar ný gerð kom á markaðinn kostaði hún 42.300. Viðskiptavinur fékk að kaupa eldri gerðina á 36.900. Þannig að þessi nýja tegund, hún kemur aldrei við sögu hjá okkur. Við erum ekki að reikna með henni. Þannig að það verð þurfum við ekki að nota í þessu dæmi. Spurt hve mörg prósent afslátturinn á þessari gömlu tegund og útsöluverðinu sem viðskiptavinurinn fékk þetta á.
Þannig að aftur nota ég sömu reglu, ég ætla að byrja að finna mismuninn á þessum verðum. Þannig sé að 40.500 mínus 36.900 og svo deili ég með gamla verðinu. Og það var sem sagt áður en ég lækkaði, eða áður en verslunin lækkaði verðið, og þá kostaði það 40.500. Og svo eins og áður þá þarf ég bara að reikna þetta og mismunurinn sem sagt 3.600 krónur og það deilt með 40.500. Út af þessu ætti ég að fá 0,0888 og svo framvegis. Og ef að ég ætla að breyta sig yfir breyta sig yfir í prósentur, þá þarf ég að markvalda hérna með 100 og þá fæ ég að þetta séu 0,889%. Þá var þetta 8,89%. Passa ykkur, ég ætla að námynda rétt, þannig að aftast í stafurinn hækkar, þetta verður 8,89%. En nú held ég að þið getið farið að reikna sjálf og ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili. Takk fyrir mig.